Tennur er það sem við höfum upp í okkur til þess að tyggja matinn. Tennurnar hjálpa okkur líka til þess að mynda hljóð þegar við tölum. Þess vegna hljóma þeir sem eru ekki með tennur aðeins öðruvísi. En mörg dýr hafa tennur, alls ekki öll, en öll spendýr hafa einhvers konar tennur. Tennur eru misjafnar eftir því hvaða hlutverki þær gegna. Til dæmis í okkur eru framtennurnar allt öðruvísi í laginu heldur en til dæmis jaxlarnir sem eru aftar í gómnum. Það er vegna þess að þau gegna ekki sama hlutverki. Framtennurnar eru til þess að klippa matinn í sundur og meðan jaxlarnir eru til þess að merja hann í sundur. Og það er breytilegt á milli dýrategunda hver megin fæða þeirra er hvernig tennurnar eru. Rándýr, eins og hundar, eru eiginlega eingöngu með tennur til þess að klippa matinn í minni bita. Þeir tyggja matinn ekkert mikið, gleypa hann í litlum bitum. Á meðan jórturdýr eins og kýr og kindur eru eiginlega bara með jaxla til þess að merja grasið í sundur. Kindur og kýr eru til dæmis ekki með neinar framtennur í efri góm. Þannig að þetta er mjög breytilegt. Síðan eru við líka með augntennur sem eru þarna á milli sem geta virkað hjá sumum dýrategundum sem einhvers konar vígtennur en þær eru þarna einhvers staðar á milli. Tennurnar eru í grunninn alltaf eins samsettar. Það er að segja, og nú ætla ég að teikna jaxl en í raun eru framtennur ekkert öðruvísi nema þær eru bara ekki svona flatar að ofan. Við erum með það sem við köllum rót hérna niðri. Tannholdið er svo hér, þetta heitir tannhold og er hluti, og þetta festist svo við það sem við kallum góm. Það er það sem heldur þessu öllu saman. Við erum með það sem kallað er hérna onni, utan á tönninni er það sem kallast tannlím. Ég ætla ekki að skrifa það, en þetta er það sem heldur henni við hérna tannholdið. En við erum með tannbein hérna sem er stæðsti hlutin af tönninni, en utanum tönnina alla er síðan glerungur. Glerungur er harðasta efni líkamanns, gríðarlega hart efni, en ef við passum ekki upp á tennurnar okkar þá leysist þessi glerungur upp, til dæmis ef við drekkum á mikið af gosdrykkjum. Og þá eiga sýklar og sýra sem getur myndast í munninum ef við erum ekki duglega að busta auðvelt að leysa upp tannbeinið því tannbeinið er miklu mýkra. Þess vegna skiptir máli að passa upp á glerungin hjá okkur. Hérna inni er síðan svo eitthvað sem heitir tannkvika og þetta liggur upp í tannkvikuna liggja æðar og taugar. Þannig að ef við erum komið tannpínu þá er skemmdin komin inn í tannkviku. En þetta er það sem heldur tönninni lifandi, færir næringu inn í hana, losar við úrgangsefni. Þannig að þetta er svona, hvað maður að segja, mest lifandi hluti tannarinnar. Það þarf að þrífa tennurnar vel, hreinsa tannholdið líka, því að bakteríur sem lifa þarna gefa frá sér sýru og ef þær fá að vera þarna óáreittar í lengri tíma þá leysa þær hægt og rólega upp glerungin og þá eru tennurnar í miklum vanda.